Já, þá það efnahagsmálin, hingað kominn Þorvaldur Gylfason, prófessor. Trump náttúrulega að breyta heimshagkerfinu með einhverjum hætti, hann að leggja tolla á eða mikið að hóta tollum. Ef ég má byrja heima. Ég hef svolítið verið efins að það hvort það séu 10% tollur eða 15% tollur skipti svona miklu máli eins og af látið og virkar svona á mig eins og þeir sem að munu þurfa að borga eða tollur leggst á og eru með útflutning til Bandaríkjanna séu nú bara svona í anda COVID-tímans að reyna að fá eitthvað út úr stjórnvöldum, svona einhverja sárabætur fyrir að hafa lent í þessu með einhverjum hætti. Ég geti trú að styrki krónuna eitthvað dollar geti ég vegið meira heldur en þessi munur. Þetta það sem að leggst sérstaklega á Ísland og þá ég ekki að tala hvað áhrif það getur haft á öll heimsviðskipti, viðskiptastríð sem að gætu farið í gang. Bara þessi munur á hvort þessi 10 eða 15% tollur þetta stórt mál? Já, sko 10% tollur eða 15% tollur hvar sem hann allt of hár. Tollar eiga að vera þetta 2-3% eða helst 1% og helst 0. Og þetta bókstaflega engin ágreiningur milli þeirra sem hafa skoðað sögu tollheimtu í gegnum tíman. Það að segja þessi tollastefna Bandaríkjastjórnar, hún bara byggð á fásinnu, hún byggð á kunnáttuleysi, á fáfræði, en það engin málsmetandi maður í kringum forsetann í Hvíta húsinu. Það bara einn vitleysingur sem með fangelsissetu í farangrinum og sem lýgur upp nöfnunum og heimildamönnum sem voru ekki til og það á þessu sem að tollastefnan byggð. Það þess vegna sem að Kanadamenn eru búin að skrifa Bandaríkin út úr sínu handriti, búandi hinum megin við friðsamlegustu og sem segja fallegustu landamæri sem síðustu 100 ár kunna frá að greina. Þannig að ég ekki minnst að vafa það að þessi tollastefna Trumps, hún verður dregin tilbaka bara leið og hann fer frá og kannski fyrr. En nú gerði það ekki í fyrri tíðans að til dæmis tollar sem hann hækkaði á Kína að ég held að Biden hafi nú gefið í eða einhver leyti. Já, og það voru mistök, það var bara í svo mörg horn að líta þá eftir heimsfaraldurinn og allt það. Það voru mistök. Tolla á bara aldrei að leggja á vegna þess að það ævinlega til betri greiðfærari og hagfelldari leið að sama marki. Og þetta bara einföld leksía sem allir sem hafa skoðað hagfræði kunna og eru þess vegna vel meðvitaður en þeirri bara þekkingu og þeim skilningi ekki fyrir að fara í Hvíta húsinu og Bandaríkjaþing bara leppur forsetans, líkt og Dúman leppur forsetans í Moskvu og þess vegna ástandið eins og það En nú hafa verið tímabil í okkar heimshluta þar sem að tollar hafa verið hærri heldur en undanfarin áratugi og fólk og fyrirtæki lifðu það af. Já, en það var engin tilviljun að öll heimsbyggðin lagðist á eitt að draga úr vægi tollanna. Það var sérstök stofnun starfandi í þeim tilgangi á vegum Sameinuðu þjóðanna og hún náði góðum árangri og þetta var hæg og sígandi barátta vegna þess að það alltaf staðbundnir hagsmunir bundnir við tollheimtu og bundnir við það að standa í vegi fyrir lækkun tolla og það þess vegna sem að tollasamningar, þar á meðal taldir samningar niðurfellingu tolla, eru tímafrekir og viðkvæmir. Og þetta skýrir það hvers vegna það hefur ekki verið gerður nema lítið brot af þessum viðskiptasamningum tolla sem að Bandaríkjastjórn hefur lofað gagnvart 90 löndum hringinn í kringum heiminn. Og þetta einhver mesta bommerta, þetta einhver mesti sjálfskaði sem að nokkurt vitiborið stjórnvald hefur lagt á sitt fólk
og sína nágranna og sína vini. Látum mynda óvini liggja milli hluta. Þetta sko algjör bommerta hvernig sem á litið. En ég ætla að reyna að spyrja aftur innan úr svona einhverjum trumpisma ef ég kann að orða það. Þeir getur orðað þetta sem svo að lækkun tolla á síðustu áratugum bætti hag fyrirtækjaeigenda en gróf undan lífskjörum víða í Bandaríkjunum í einum svokölluðu riðbeltum þar sem að lækkun tolla leiddi til þess að störf voru flutt úr landi til Kína og mikill innflutningur kom á móti og lífskjör verkafólks í Bandaríkjunum stöðnuðu og sem hefur haft gríðarleg áhrif á bandarískt samfélag, hefur minnkað traust á samfélaginu og traust á framtíðinu og stjórnarstefnuna og þess vegna eru tollandi sem að þú ert að dásama, sem er lækkun tollana, leiddu bara ekki til góðs fyrir mig og mitt fólk, geti ykkur sagt. Nei, en þessar hörmulegu afleiðingar sem voru í sér í riðbeltinu, þær stöfuðu ekki út af fyrir sig af lækkun tolla. Þær stöfuðu af því að það voru liðkað fyrir auknum heimsviðskiptum án þess að gæta þess sem bara grundvallar atriði í hagfræði alþjóðaviðskipta að gera eftir megni það sem hægt var til þess að bæta þeim sem að báru skarðan hlut frá borði skaðan með því að búa til ný atvinnufæri í nýjum greinum og svo framvegis. Við tekjum þetta bara heiman þegar Síminn hélt innreið sína til Íslands að þá voru símstöðvarnar mjög mannfrekar. Það þurfti eiginlega konur til þess að voru konur venjulega til þess að manna bara hvert símtal fyrir sig og svo var þetta gert sjálfvirt og konurnar þurfti að snúa sér öðru en þær fengu færi á því að snúa sér að öðru. Það eru þessi færi sem hefur vantað í Bandaríkjunum og það bara vegna bara hugsunarleysis. Menn áttu að skilja það að þegar heimsviðskipti breyta leikreglunum á heimavelli þá þarf að gæta þess að þeir sem að verða undir fái önnur tækifæri í nýjum atvinnugreinum, færi á því að flytja annað með auðveldara hætti heldur en ella og þannig bara þarf að vera sterkt almannavald, hvort heldur staðbundið eða á alríkis vettvangi til þess að greiða fyrir þessum umskiptum og það var þetta sem vantaði og þetta helst í hendur við þessa gríðarlegu aukningu misskiptingar sem hefur átt sér stað á sama tíma í Bandaríkjunum og sá ferill hófst í kringum 1980. Ef að þessi leið sem ég að lýsa að almannavaldið reyni að milda áhrifin sem fylgja aukinni hagkvæmni í krafti heimsvæðingar viðskipta að þá hefði misskiptingin einnig vaxið miklu minna ef hún hefði þurft að vaxa yfir höfðu nokkuð skapa hlut. Það sem að gerðist að ávinningurinn af auknum heimsviðskiptum færðist til þeirra sem að áttu fyrirtækin. Já. Þeir sem eiga fyrirtæki, þeir vilja ekki almannavald, Þorvaldur verið að segja þér. Þeir vilja ekki sterkt almannavald. Þannig að þessi breyting leiddi til þess að líkurnar á því almannavaldið mundi stíga inn í og bæta kjör fólks á riðbeltunum, ekki bara í Bandaríkjunum, við erum með riðbelti í norðurhéruðum Englands og í Frakklandi og Austur-Þýskalandi og við erum með riðbelt út allt. Já. En stjórnendur stórfyrirtæki eiga ekki að ráða löggjöfinni, þeir eiga ekki að ráða lífi fólksins. Hagurinn rennur til þeirra á ráða. En það gerðist fyrir önnur alveg voðaleg mistök sem urðu í Bandaríkjunum að vísa ekki fyrir 2010 að það þegar að Hæstiréttur bara hægri sinnaði stjórnmálamenn í skikkjum dómarar bara ákveða það að það ígildi mannréttinda mega eyða eins miklu fé til stjórnmálastarfsemi eins og stjórnandi fyrirtækjana listir. Og þannig var peningum bara veitt fráls aðgangur að stjórnmálalífinu í Bandaríkjunum þannig að starf stjórnmálamanna breytist úr því að hlusta á kjósendur og þjóna hagsmunum þeirra yfir í það að eyða 3 eða 4 vinnudögum í hverju viku í að sníkja peninga af fyrirtækjum til þess að fjármagna næstu kosningabaráttu. Og kosningabaráttu til þings er háð næstu samfleytt því að það eru þingkosningar samkvæmt stjórnarskráni á 2 ára fresti.
Þetta er voðalegt. Hæstiréttur Bandaríkjanna ber mjög þunga ábyrgð á þeirri hnignun sem við erum að horfa upp á í Bandaríkjunum. Hnignun sem lýsir sér í því að meiri segja, sko, háttsettir stjórnmálamenn og fyrrverandi forsetar í Bandaríkjunum eru byrjaðir að kenna bandarískt stjórnarfar við fasisma. Sem hefði verið óhugsandi fyrir 15-20 ára. Og ég ger ekki lítið úr alvarleika þróunan í Bandaríkjunum, en við sjáum sambarilega stöðu til dæmis í Englandi, Bretlandi, þar sem eru riðbeltin og þar sem hafa verið skilin eftir og það veldur stjórnmálalegri óreiðu, getum við sagt. Hliðstæði villa þar. Já, og raunverulega í Frakklandi og við getum labba bara á milli landa og það væri. En ég ætla aðeins að halda áfram að því einu sinni var hagfræði og stjórnmálafræði eiginlega sama. Segjum að við séum valkosti þeirra sem eru í riðbeltunum. Það er valkostur Þorvaldar að alþjóða viðskipti lágu tollar en síðan sterkt almannavald sem að kemur í veg fyrir að samfélögin brotna undan. Já. Við erum með raunveruleika dagsins sem er alþjóða viðskipti og lágu tollar og brotin samfélög. Og svo erum við með The Good Old Times, Make America Great Again, það sem störfin voru í okkar sýslu. Og það voru jáfnvel verkamanna fjölskyldur sem gáttu lifað af einum launum og við lifðum í þokkalegu öryggi og höfðu trú á framtíðina. Af þessum þremur kostum að þá finnst mér þetta nú bara pie in the sky eins og þeir segja í Bandaríkjunum sem Þorvaldur er að bjóða upp á. Ég veist að það er búið að koma alveg rúturnar af stjórnmálamönnum sem er búin að lofa mér þessu og þetta kom aldrei. Þannig ég ætla að kjósa þetta sem að hann Trump er að bjóða upp á að fá störfin aftur og reisa Bandaríkin aftur eins og þeir. Já, það er tálvon. Bandarískt efnahagslíf mun vera farið að sýna mjög alvarleg veikleikamerki strax á næstu mánuðum. Ég veit ekki hvort mann gerir sig grein fyrir því að straumur ferðamanna til Bandaríkjanna hefur snar minkað. Ekki bara frá Evrópu og Kanada heldur allstaðar að. Og all þjónusta við ferðamenn, hún mun hala inn miklu minni tekjur heldur en ella og þetta er þegar komið fram í því að á fyrsta ársfjórðungi þessa árs að þá óx landsframleiðsla í Bandaríkjunum 3% og bjánarnir í Hvíta húsinu börðu sér brjóst og sögðu þarna sjáu þið. En ástæðan til þess að landsframleiðsla óx 3% var svo að innflutningur hrundi. Og innflutningur er frádráttarliður í landsframleiðslu tölunum. Og innflutningur nú eftir að hrynja miklu meira vegna þess að bara tekur tíma fyrir þá sem að reka hótel og samgöngufyrirtæki og svoleiðis að sjá það og færa þeim til bókar hvernig tekjur þeirra af samgöngum og ferðarþjónustu hafa snarminkað og þetta er bara lítill partur af þessu. Við þetta bætist svo að þessir misháu tollar á innflutning frá tugum landar hringir í kringum heiminn, þeim þetta bara leggjast ofan og vöruverðið í Bandaríkjunum og þá hækkar verðlag og meðan það er að gerast að þá eykst verðbólgan þvert á það sem að forsetinn lofaði bara alveg án umhugsunar og bara þessi teikn munu hrannast upp á næstu misserum, jafnvel næstu mánuðum og þannig að það verður mjög erfitt fyrir ríkisstjórn Trumps og republikana að standa frammi fyrir kjósendum haustið 2026 í næstu þingkosningum. Og þeir munu skítapa þeim kosningum. Efnahagsleg stöðnun og verðbólga. Já, nákvæmlega. Og maður heyri það svolítið í umræðu um pólitík í Bandaríkjunum. Það hefur verið mikið talað um verðbólgu og kannast umræðu hvað eggin kosta og eitthvað fleira. Þannig þetta er verið að byrta svolítið í svona, hvað við segja, svona venjulegri stjórnmálaumræðu. Já, en við það huggur fólks að það sé svona affordable, að það sé hægt að lifa sómasamlegu lífi í borgum eða stórum svæðum. Og kallaði mig nú of bjartsýnan. Já. En ég hef efasemdur að Trump forseti endist út þetta kjörtímabil. Og það stafar af því sem ég ætla að segja þér núna. Mörgum okkur er það ráðgáta hvernig áttist getur staðið að maður eins og Bandaríkjaforseti gat yfir höfuð náð kjöri. Sumir segja hann hafi stólið kosningunum, láta það liggja milli hluta, þessum síðustu. Mörgum er það ráðgáta hvernig kristilegi armur republikanaflokksins sem telur 2 milljónir manna horfir í gegnum fingur sér í sambandi við öll hneykslismálin
öll kynferðisbrotin og skandalana og svo framvegis. Það verður nú að skjóta inn að þessi hópur hefur nú þurft að fyrirgefa sínum predikurum annað eins. Segðu, en svo bara eitt sem hefur gerst og sem breytir öllu. Og það það að þegar þessi kynferðisbrot beinast að börnum, að þá algjörlega nýtt uppi á teningnum. Og það þar sem að heitustu stuðningsmenn republikana í þinginu og í Hvíta húsinu eru byrjaðir að draga línu í sandinn. Og þetta bara gömul leksja, það hefur gert bara tvisvar á Íslandi að ríkisstjórn hefur rökklast á lýðveldistímanum frá að vegna hneykslismála og annað var hrunið og hitt var mál með barnaníðstengingar manstu og það innan við 10 ár síðan og þessu munu Bandaríkjamenn finna fyrir á næstunni þannig að ég á hálfvegis vona á því að Trump verði settur stóllinn fyrir dyrnar áður en kemur að næstu forsetakosningum 2028. Hann geti fallið á Epstein-málinu. Já. Á móti segja menn sem svo að þessi armur sem vill breyta bandarísku samfélagi afgerandi og hefur til dæmis náð yfirtökum í Hæstarétti og vill eiginlega breyta Bandaríkjunum, vill auka völd fylkjanna til þess að þau geti þróast, dregið úr réttindum samkynhneigðra og eitthvað fleira, vilja bara afgerandi breytingu í samfélaginu. Besta tæki sem þeir hafa til þess að ná fram þessu breytingum Donald Trump. Og það svo mikilvægt tæki í þeirra höndum að þau þessu öfl, munu horfa í gegnum fingur sér. Ég efast að þau treysti sér til þess að horfa í gegnum fingur sér þegar barnaheill af þessari stærra gráðu í húfi. Þarna skilur milli feiks og ófeiks sýnist mér í ljósi reynslu. Hann geti fallið í þessu og svo var það líka þannig að eins og efnahagur hefur svo mikil áhrif í pólitík alls staðar og ekki síst í Bandaríkjunum að þegar efnahagurinn versnar að þá verður fá svona mál stærri vængi. Já, já. Af því að sömuleyti gætur sætti við eitthvað ef hann skaffar okkur bara efnahagslegan ávinning eða efnahagslega framfarir að þá sættum við okkur við ýmislegt en þegar það ekki að þá verða kröfurnar herri. Já. En með þetta gerist ekki að þá náttúrulega ekki hægt að bara horfa fram hjá því að sjónarhóli okkar Evrópubúa eru bara Bandaríkin hrokkin upp á standinum. Þau eru bara gengin úr skaftinu og þetta skapar alveg ný viðhorf í Evrópu. Eins og sést til dæmis á því að stríðið í Úkraínu með Bandaríkin svona veik og vaklandi að það var til þess að Finnar og Svíar gerðu það sem var talið bara óhugsandi fyrir 5 árum en við skoðum mjög ólíklegt gengur bara eins rætt og þau gátu þessi lönd inn í Atlantshafsbandalagið. En Atlantshafsbandalagið náttúrulega bara deild í Pentagon. Já. Það má segja það hefur verið það? Já, en Finnar og Svíar ganga þannig inn í þeirri von að þau geti stuðlað því að Evrópa leysi til sín ásamt Kanada fórustilhlutverkið í NATO og það sem þau eru hugsað bara þetta sameinuð stöndum mér eða eins og Kanir segir there is safety in numbers og eftir alveg sömu brautum fyndist mér eðlilegt og líka beint við að Norðmenn og Íslendingar gerðu það eins hratt og þeir geta að ganga inn í Evrópusambandið ekki til þess fyrst og fremst að njóta kostana sem að því kunna fylgja í efnahagslegu tilliti eða í pólitísku tilliti heldur bara með varnarhagsmuni sína fyrir augum. Myndu líta svo á að úr því að Bandaríkin eru gengin úr skaftinu hversu lengi sem það endist þá verða Frakkar og Þjóðverjar og Pólverjar og Ítalar og Spánverjar að leysa til sín forystuna fyrir NATO og við þurfum að fá að vera þar í skjóli líkt og Danir og Eystrasaltslöndin smá ríki í Evrópu eru þar áfram í skjóli og bara það samstaðan sem að ætti að vera þeim ríki í huga og þess vegna spá ég því eins og þetta verður annars spádómur minn í þessu spjalli að eftir þingkosningarnar í Noregi næsta mánuði verði stutt í það að Norðmenn haldi þriðju þjóðaratkvæðagreiðslur málið
og þar hafi síðan sigur og Norðmenn verið gengnir þarna inn á næsta ári. Og þegar fréttir það berast hingað heim, að þá munu þeir sem að vilja gera þetta hér heima líka, þá munu þeir segja að nú ekki lengur eftir neinu að bíða. Og það stendur ekki þegar Noregur farin. Já. Hérna, en það ekki bara það heldur það að bara vera við borðið, vera sem næst arninum að þegar mikil hætta og stendur frammi fyrir okkur núna einkum í Úkraínu og einnig vegna þess hvaða ólíkinda stjórnar Bandaríkjunum hún steðjar að okkur. Og sko, Valtýr Guðmundsson sagði það einn af mínum eftirlæti stjórnmálamönnum aldamóti 1900. Hann sagði það tómt mál að tala sjálfstæði handa Íslendingum ef þið get ekki varið því sjálfur. Og eigum þess vegna ekki að sækjast eftir því, nei, auðvitað ekki, auðvitað eigum við að sækjast eftir sjálfstæði, en það var það hann sem lagði grundvöllina heimastjórninni. En við þurfum að gera það bara með því að semja varnir okkar, að við góðviljaða og stóra og sterka nágranna. Og það er nákvæmlega þetta sem Íslendingar gerðu á 20. öld. Nú geta menn haft ýmsar skoðanir á NATO, ég meina Bandaríkin hafa hegðað sér mjög illa víða heim sko á löngum tíma, en eftir stendur að ekkert NATO og land hefur orðið fyrir njaski, ekki nokkur tíman og í þeim skilningi hefur NATO staðið sína blikt gagnvart aðildarlöndunum og það er þess vegna ekki uppi svo skoðin í neinu NATO-landi að rétt sé að fara þaðan út, heldur þvert á móti standa lönd í biðröð eftir að fá að komast þangað inn, þrátt fyrir delluna sem veður uppi í Bandaríkjunum núna og það er vegna þess að við menn bara treysta því að Evrópa láti það ekki gerast að NATO fari í súginn bara út af einum vitleysingi sem kosin forseti Bandaríkjana. En ástæðan fyrir að ekki hefur ráðist á NATO-landi er líklega hernaðar máttur Bandaríkjana. Já. Evrópa hefur ekki verið í stöðu til þess að verja sig sjálf. Svo í Evrópu eru náttúrulega alls konar væringar og við getum spurt Pólverja að því hann vil ekki eiga sína varnir upp á Þjóðverja. Hann segir bara nei takk. Hann segir nei við viljum treysta á Bandaríkin. Nei, þess vegna þarf að vera fjölskipa stjórnvaldi í forystu fyrir NATO. Svo stjórnmálalega umræða og stjórnmálalega þróun er nú eiginlega búin að vera á salti í 20-25. Já, en hún er núna farin að geisa aftur sko, þó hún fari ekki hátt eins og sækjastanda, en það bara sér hver sjálfa sig í því sko, það bara hlýtur að vera. Sko, lykillinn að veru Þjóðverja í Evrópusambandinu er þessi sem Helmut Kohl kanslari lýsti svo fallega. Hann sagði við göngum inn í Evrópusambandinu með allri þeirri fullveldisfórn sem því fylgir af því að við viljum vera með aðra höndina bundna á bak fyrir aftan bak af því að við viljum ekki að nágrannar okkar þurfi aftur að óttast yfirgang Þjóðverja. Og þetta er heitt fallega og virðulega sjónarmið sem að Þjóðverjar lýsa fyrstir manna en sem einnig sko er ríkt í frökkum og þeim öllum hinnum. Það er að segja nú eru allra þjóðir komnar í mikla hernaðar uppbyggingu og þjóðverðinni líka og mest. Ég veit það. Þeir vilja ekki hafa hendina baki fyrir aftan bak. Jú, í þeim skilningi að þeir get ekki tekið ákvarðanir sko hernaðarbröld nema að fengnu samþykki hinna. Það er það sem að málið snýst ekki bara þeir, Japanar eru herrvæðast líka. Þetta er alveg svakalegir breytingar sem hafa verið að gerast út af þessu stríði. Ok, hérna erum við aftur með heim sem er eins og Þorvaldur telur og villan þróist til Evrópa. En Evrópa í dag birtist ekki alveg svona. Til dæmis í tollasamningum eða tollasamningum við Bandaríkin. Það sem að Evrópa þótti bara að kyngja því sem að fyrir var lagt. Ótrúlegt smjaður í kringum Trump á NATO-fundi þar sem hann var kallaður Big Data og ég veit ekki hvað og hvað. Það er hryllilegt að horfa upp á þetta. Já, víst er það. Niðurlæging fyrir Evrópu. Og það sumuleyti þá er þetta líka staðan, sko. Að Evrópa er hálfunguð. Hún var svo háð Bandaríkjunum að eiginlega búin að vera eins og leppríki Bandaríkjana
stuttstefnu Bandaríkjanna var þetta Ísrael, stutt Bandaríkin hér og þar og þegar að kemur í ljós að það er ekki hægt að treysta á mannin í Hvíta húsinu, að þá kemur í ljós að Evrópa er kannski, þú veist, bara þarf að fara eiginlega í tímakenslu til þess að ná aftur einhverjum svona burðum í pólitískri umræðu sko framtíð sína og ég veit að það er engin vandi að spyrja við Bandaríkjamenn, hvernig finnst þér að samband Bandaríkjanna við Rússland eigi að vera svona eftir 50 ár? Þú getur ekki spurt neitt í Evrópa þessu. Menn get ekki bara hort út fyrir bara hörmungar dagsins. En á móti þessu kemur, ef við reynum að líta á björtuhlíðina, að þá er mjög skýr meðvitund að verða til í Evrópu nauðsyn þess að fylla skarðið sem að Bandaríkin eru byrjuð að höggva og kunna skilja eftir sig og við í smáríkjónum á útjaðrinum, við þurfum bara að vona að það sé rétt. Sko, við meðum ekki gleyma því að Evrópusambandið byggir fleira fólk heldur en Bandaríkin og Rússland til samans. Því að hvers vegna skildi Evrópa þá ekki geta haft samskonar fælingarmátt eins og Bandaríkin. Þetta er eiginlega eitt af undrum nútímans. Ef við hefðum verið, segjum að við hefðum verið 95 og verið að velta fyrir okkur framtíð Evrópu og svo myndum við skutlast hingað til 2025. Við erum hissa á því hvað Evrópa er veik. Evrópa hafði miklu hærri drauma eða sýn á því að hver ætti staða Evrópa vera í efnaðaskerfinu, hvernig í pólitíska alheimspólitíkinni. En Evrópa er bara ótrúlega veik. Já, og það sem bara gerist er það að það kemur Evrópuþjóðunum í opna skjöldu að kaninn skuli ganga úr skaftinu og það kemur líka í opna skjöldu að Rússar skuli með hernaðaróbeldi reyna að breyta alþjóðlega viðurkenndu landamærum í Evrópu. Þetta er það tvennt sem hefur gerbreyst og það bara hlýtur nema Evrópa sé algjörlega sofandi og heiladauð að framkalla algjörlega nýja hugsun þar. Og eitt þeirra evrópsku stjórnmálamanna sem talar einna skýrustu málu þetta, það er Sikorski, utanríkisráðherra Póllands og hann fer á milli fjölmiðla og lýsir þessu og hann er bara vaxandi forystumaður í sambandinu og hann hrífur menn með sér. Þannig að ég spái sko nýjum tóngangi sko í málflutningi forystumanna Evrópusambandsins á næstunni. Ég hefði viljað að það gerist fyrr. Ég geti játað það hér sko að ég hef ekki verið jafn áhyggjufullur yfir þróun heimsmála síðan ég fór að fylgjast með þeim fyrir 60 árum sko. Og von mín er núna bundin við Evrópusambandið að það taki sér saman í andlitinu úr því að ég get ekki lengur treyst Bandaríkjamönnum og Bretum. Eitt sem hefur verið bent á í sambandi við þessa tollastefnu Trumpa, hún byggja okkur misskilningi afl Bandaríkjanna í alheimskerfinu fyrir svona gamla daga, gömlu góða dagana frá sjónarhóli Bandaríkjanna, þá hafa Bandaríkja verið bara allt 40% af heimsakjörinu, þeir eru bara, ég man ekki hvað talan er núna, 15%. Og Rússlandi 3. Já. Þannig að til dæmis hótunin gagnvart Indverjum að fara með tollana úr 25 í 50 að þetta bara virkar ekki. Þetta mun ekki hafa þau áhrif að Bandaríkjunum takist að þröngva sinni stefnu upp á ríkin nema kannski eitthvað svona veik ríki sem eru mjög lítil og ótrúlega háðum, ég veit ekki, kannski Bangladesh eða eitthvað. En varðandi Indlandi og Kína og fleiri svona stærri ríkjum að það mun það bara ekki virka. Nei, ég er sammálað þessu. Ég birti grein í útlöndum fyrir 20 árum þar sem ég spáði því að Indland færi fram úr Kína. Indland var þá miklu fátækara og þessi gamli spádómurinn er svona smásamlega að rætast. Indverjar eru orðnir fleiri en Kínverjar og lífskjör í Indlandi stefna nær lífskjörum í Kína en svo eru merkilegi hlutir að gerast í Kína núna sem hafa ekki náð inn í fjölmiðlana nema litlu leyti og það er meðal annars sú kenning að opinberar hagtölur í Kína séu upplognar að mjög miklu leyti. Svipað og Trump vill hafa í Bandaríkjunum. Já,
og láttu nú ekki bregða. Þeir sem hafa skoðað þetta vandlega, þeir segja Kínverjar ekki 1,4 milljarðar. Þeir eru innan 1 milljarður. Það er búið að ljúga 400 til 500 milljónum Kínverja inn í statistíkina. Til hvers? Vegna þess að það eykur álit Kínverja að vera fjölmennasta land í heimi og nú eru þeir ekki einu sinni með þessum upplognu tölum sko, ef þær eru upplognar í fyrsta sæti því Indverjar eru komin fram úr þeim en sko bara virðingin fyrir tölum í Peking eins og virðingin fyrir tölum í Hvíta húsinu núna að þessu haldið fram sko á æ fleiri sjálfstæðum fréttamiðlum en New York Times sko og Wall Street Journal þegja þetta þunnu hljóði. Við vitum að Kínverjar ljúga til sko hagtölurnar landsframleiðslu og þess að vegna þess að það eru til sko aðferðir til þess að ganga úr skuggum þetta með því að taka myndir sko af rafmagnsnotkun einhverjum næturlagi og það er sko tölfræðilegt samband milli raflýsingar og umfangs efnahagslífsins sem hægt að styðjast við og menn sjá bara að tölurnar efnahagslíf Kínverja og raflýsinguna að það er ekki samræmi milli þeirra og þannig vitum við að Kínverjar hafa séð sér hag í því að segja hagvöxtinn hjá sér vera sem mestan og lífskjarabótina sem allra mesta. En þegar þeir sem að kunna þennan samanburður raflýsinguna leggjast við málið, þá bara sjá þess á samfærst það þetta eru skrifaði greinar í fræðitímarit í Ameríku og Evrópu. Þá sjáum við það bara að þetta er ekki rétt. Þannig við vitum það að kínversk stjórnvöld ljúga til þjóðarsreikningana og af hverju skyldu þá ekki ljúga til mannfjöldan líka? Ég ætla ekki að fara með samtalið út í Móa en einu sinni vann ég með manni sem sagði að Íslendingar væru 1 milljón og nú, akkur heldur það? Ég sé bara innflutningin á sykri, það er ekki, þá vorum við ekki nema eitthvað 200-300.000. Þetta er svipað mælingar en kannski vísindalegri, þetta eru vísindalegri mælingar. Þetta er ekki... Sko, raflýsing hefur breiðari skírskotun eftir að sykurátt. Herðu, en hins vegar afl Kína kannski, það fer ekki fram hjá neinum. Þú þekkir vel til í Afríku og þannig að fyrirferð og Kína, ég verður rátt og það fyrirferð Kína og ris Kína er náttúrulega eitt af undrum okkar samtíma eitt af undrum sem hefur gerst á þínu líftíma þannig að það er gríðarlegt afl þarna en það ég heyri marga vera að tala upprisu Indverja og það er gaman að hlusta á það því að þá eru menn líka að draga fram svona hvað að segja, seglu menningarinnar og hvað þarna hefur verið öflug menning í langan tíma sem er oft einkenni þess að geta tekið á breytingum og eftir sem hefur verið sömu rök og voru notu oft við Kína að þau getur haft þennan styrkleika en það sem ég var að spyrja að Trump ætlar að reyna að þröngva vilja sínum með afli Bandaríkjanna og þú ert með efasemdir um það að þau hafi þetta afl til þess að geta þröngvað Kína, Indlandi, jafnvel svo bara Indonésiu og svo Brasilíu eða við getum bara að tala um þessu lönd. Þá gæti þetta leitt til þess að það yrði frekari svona umpólun á valdi í heiminum og viðskiptum í heiminum frá Bandaríkjunum og yfir til svona það sem er kallað suðrið. Hefurðu trú á því að við séum að lifa þannig umpólun? Já og nei, sko, ég hef búin að leggja fyrir því 2 spádóma í þessu samtali og þá þarf maður eiginlega að hafa á 3, er ekki? Ég spái því að það sé stutt í valdarlok bæði Sisi forseta í Kína og Pútins forseta í Rússlandi. Þannig að þangað til við sjáum hvort að það er rétt hjá mér, þá finnst mér ástæðulaust að mynda mér skýra skoðun af því hvað gerist ef að þessir skúrkar frá að valsa áframlausir, sko. En það getur líka komið eitthvað verra í staðinn. Já, það gæti gert það. Þú sagðir það. Ég er bjartsýnn, Það hefur verið valdaskiptið að koma eitthvað skára. Já, vegna þess að það er mjög sterk stjórnarandstaða sko, sem leynist bak við tjöldin bæði í Rússlandi og í Kína og bara eins og atvikin hafa þróast að þá bind ég vonir við
hún geti náð árangri á báðum stöðum. En nú má það vera, það eru valdaskipti í Kína og jáfnvel í Indlandi og Rússlandi en það skiptir í sjálfu sér ekki miklu máli í þessu samhengi sem ég verð að segja öxull heimsviðskiptanna sé að fara frá Bandaríkjunum. Já, hvað? Og það verður þá náttúrulega allt önnur veröld sem við búum í. Já. Og það er ekki endilega öld Asíu, heldur, það kemur að því, ég har sagt, það er langt skeið, það kemur að því að öld Afríku rísi upp, Heldur þú lifir það? Ég ætla að verða allra kalla elstur og ernastur, þannig að... Þetta veistu tilvitnum í Mandela sem er í náur lifetime. Já, ég held að verði byrjuð áður en ég rekka upp að, Og það er bara svo margt að gerast þar enn og það er svo margt sem að byrgir fólki sín á þær framfærir allar og Afríka getur gert það sama á Asía gerði. Svo Jeff Sachs félagi minn, hann lýsir þessu og gert það í margra ára skeið. Það er raunum fyrir ekkert sem að ætti að valda því að Afríka geti ekki rifið sig upp á hnakkadrambinu eins og Asíulöndin gerðu. Og það sem þarf til er bara að það séu búin til og rétt skilyrði til þess og veljist til forustu menn sem hafa skilning á þessu eins og gerðist til dæmis í Singapúr og í Kína undir stjórn Deng Xiaoping. Bara Afríka þarf þess konar forustu og það er ekkert langt í að hún geti risið upp í fjölda landa. En það áætlunin Afríkusamband, hún er á teikniborðinu að vísu og með stundatöflu öllu, það bara gengur of hægt. Þau eru með þess að búin að velja nafna og sameiginlega mynd Afríkuþjóðana sem á auðvitað að heita Afró eins og klippingin og það er nóg af forystumönnum í tugum þessara landa sem hafa skilning á þessu og vilja gera þetta. Svo þurfa þau bara að berjast við hagsmunahópa sem að vilja halda áfram að kynda undir ættbálkadeilur og svoleiðis og halda áfram að berjast upp á líf og dauða náttúruauðlindir og þess að það. Og svo bara spurning hvernig valdatafli milli þessara tveggja fylkinga fer og ég hef trú á því að góðu gæði vinni. Ég gæti flutt þetta lýsingu þína á hvað þarf til þess að Afríka saminist yfir á Evrópu því að þar eru líka kannski ekki blóðu átökum auðlindir en þar eru hreppshöfðingjar sem að vilja ekki minnka völd sín. Já, mikil ósköp. Nú bara eins og á Íslandi, hringinn í kringum landi. En það er held ég minni háttar vandamál þar, Evrópa gekk svo bjóð svo hnútana að umráði yfir evrópsku náttúruauðlindum eru á einni hendi, sameiginleg, að Gola- og stálbandalagið frá 1954 sem var undanfari Evrópusambandsins. Þannig var stillt til friðar og komið fyrir að Þjóðverjar og Frakkar færi aftur í stríð vegna deilna það hver ætti að taka stálið og kolinn. Og þetta tókst á þessu fullu skilningur og svo bara þróaðist það yfir í samstarf á miklu fleiri sviðum. Og þetta þarf Afríka að gera líka. Bara eitt. Ef það tekst að ljúka virkjun Kongófljótsins sem er öflugasta fljót heimsins og svo vinna er vel á veg komin en bara Kongó ræður ekki við það eitt, það þarf fleiri til þess að koma að því og kannski þarf nokkurn veginn fullbúið Afríkusamband til þess að ganga frá því að þá er þetta að búa til með þeim vatnsaflsvirkjunum rafmagn sem dugir til þess að raflýsa alla Afríku og eiga afgang handa Evrópu og öðrum. Og þá fyrst verður loftkæling á viðráðanlegu verði í boði handa afrískum vinnustöðum og heimilum og þá breytist allt eins og í Singapúr. Lykillinn, ef ég á að svara því í einu orði, sagði landsvæði Singapúr. Lykillinn að því hvernig okkur tókst að færa lífskjörin úr sárri fátækt upp í allsnægtir á 50 árum var loftkæling. Og loftkæling í Afríku er innan seilingar. Þegar ég tek leigubíl í Afríku þá spyr ég hérna leigubílstjóran er loftkæling hjá mig?
Og hann segir alltaf nei og ég spyr af hverju. Það bara vegna þess að hún svo dýr, sko, hún myndi hækka húsnæðiskostnaði hjá mér meir en helming. Meðan loftkælingakostnaður í okkar heimshluta, hann 3% af heildarkostnaði. Og virkjun Kongafljótsins myndi gerbreyta þessu. Og þá bara verður til ný Afríka. Og Halldór Laxness skildi þetta. Einhver fallegasta ritgerðir hans fyrir 100 árum hét Raflýsing sveitana. Hún fjallaði nákvæmlega þetta. Það var víst ekki loftkæling, heldur bara ljós á veturinn sem hann var að lýsa eftir. Og það tókst. Honum var lítið. Einhver umhverju sinni geti fengið áfall við að tala loftkælingu því að það ofta getið sem dæmi en þú ert að reikna með því að þetta komi úr endurnýjanlegri orku Kongafljótsins. Heyrðu, við erum að tala breytingar í heiminum og það eru svolítið breytingar í íslenskri pólitík sem hefur verið svolítið afhjúpuðust svolítið í sumar sem eru einhver svona, ég veit ekki hvað þessi vorleysingar, einhver getur sagt það, þetta væri bara merkju það, allavega gnýsti mikið í einhverjum jökum, svona það var eins og svona gamlar valdablokkir væru að emja. Heldur að við séum í einhverjum slíkum að það sé að stjórnmálun í Íslandi séu að breytast? Sko, það blása nýjir vindar með nýju fólki í nýri ríkisstjórn sem að ýmsu leyti lofar góðu frá mínum bæjardyrum séð. Ég tel samt að ríkisstjórnin hefði orðið á skissa núna fyrir þingloka. Forsætisráðherra átti að rjúfa þing og boða til nýrra kosninga í haust. Hvers vegna? Vegna þess að stjórnarandstöðu flokkarnir 3 þeir afhjúpuðu sig sem óvini lýðræðisins með þessari makalausu málþófsherferð í þágu málstaðar sem vitað að innan við 3/4 þjóðarinnar fylgir og ekki nema 7/4 þjóðarinnar fylgir ef við tökum mark af þjóðaratkvæðagreiðslunni nýju stjórnarskrána 2012. Og þess vegna átti forsætisráðherra að segja, hér stöndum við frammi fyrir óvinum lýðræðisins og það vandi sem ekki bundinn við Ísland. Við þekkjum þetta frá Ungverjalandi og núna meira að segja frá Bandaríkjunum. Við verðum að leyfa fólkinu í landinu að segja álit sitt á þeim átökum sem að hér hafa staðið í þinginu. Og ef þetta hefði verið gert, ef við varum að fara að kjósa í september, að þá hefði cirka 10 þingsæti flust frá stjórnarandstöðinni yfir til ríkisstjórnarflokkana. Og hvers vegna þau neituðu sér þetta, þrátt fyrir frómar ábendingar mínar málið í opinni dagskrá ég skil það ekki til fulls og ég óttast að það sé bara til marksum þetta gamla svona klúbb viðhorf á Alþingi sko að þú veist að rugga ekki bátnum of og eitthvað ég óttast það því höfðu kaupbæti sko geta gengið frá staðfestingu nýju stjórnarskrána líka geta nota tækifærið. Þetta var bara mjög einfalt. Það var öll þjóðin sá að þingið var að stjórnarskrána var að verða sér til sko langvarandi minnkunar með því að afhjúpa sig í þessu máli sem að ríkir einhugur meðal þjóðarinnar og þá áttu bara að segja nú bara staðfestum við stjórnarskrána eins og hún var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 með einföldum þing meiri hluta rúm þing, nýja kosningar í haust þar sem við munum standa miklu sterkar en áður og þá bara samþykki við nýju stjórnarskrána öðru sinni eins og gamla stjórnarskráin kveður á og málið leyst og þau köstuðu þessu tækifæri frá sér og það harma ég. Það ekki flokkur á þingi sem með þessa áherslu á nýju stjórnarskrá? Nei, en þau áttu bara að sjá sér leik á borðið þarna. En upplifirðu það að gömlu valdaflokkarnir séu að missa völdin? Já. Og hvernig þá? Já, bara þeir ganga erinda oligarkana í sjávarútvegi bara alveg leynt og ljóst. Og tekst ekki að klæða það í einhvern búning þannig að almenningur styðji. Og þau reyna það ekki. Þetta bara allt á varinhillinni. Þeir bara að vinna fyrir þetta fólk. Já, þetta bara allt á varinhillinni alveg eins og hneykslismálin í ríkisstjórn Trumps í Bandaríkjunum eru öll í opinni dagskrá. Það ekki eins og þeir reynt að leyna neinu nema núna í þessu nýja bandaníðismáli. Það fyrst ekki sem að reynda að leyna einhverju sko.
og undir þessum kringustæðum að þá eru gömlu valdaflokkarnir búinir að skera sjálfa sig niður við drog og ég get ekki sagt að ég harmi það í ljósi sögunar. Það mun breyta samfélaginu? Já. En þá þurfa menn að skilja það að þeir þurfa að nýta færin frekar en að rugga sér áfram í gömlu fari af einhverjum ástæðum sem að ég skil ekki til. Það hefur nú verið enginn af íslensku stjórnmálum svolítið að segjum til þess út frá svona sjónarhól samfélkingarnar að það borgar sig ekki að reka láta knéfylgja kviði í bumbuna og sjálfstæðisflokknum vegna þess að þetta verður nú kannski samstarfsflokkur okkar í næstu ríkisstjórn. Já, það held ég sem að kann að skýra það hvers vegna þau lögðu ekki í að rjúfa þing núna. Það var bara misráðið. Sjálfstæðisflokkurinn hefði mist mörg þingsæti ef það hefði verið kosið aftur í haust. Bara skoðan kann hann sína það alveg og ekki verður umvilst. Þorvaldur, alltaf gaman að fá þig hingað til að tala um pólitík og efnahagsmál. Kæra þakkir. Þakka þér. Takk. Við ætlum að halda hérna áfram síðan við rauðaborðið að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.